heimildir og annað líka sem að vitað er. Þannig að þetta er svona ágætis efni til að byrja á í svona vinnu. Þannig að það sem að svona, ef ég fer aðeins svona gegnum ferlið, þá byrjum við að setja okkur svona markmið, eða sem sagt við setjum okkur ekki markmið, en markmiðið með þessu verkefni er, og að sem sagt, eins og með húsdýrunum, að nemendur geta gert sér grein fyrir atferli, notagildi og afurðum húsdýra og eiga geta þekkt heiti, karldýra, kvendýra og afkvæma og gert greinarmun á húsdýrum frá öðrum dýrum og þekkt og nefnt hljóð sem dýrin gefur frá sér. Svo erum við með íslensku verkefni til að líka, eins og að geta bætt við knöfnur, unnið með heimildir, lýst húsdýrum skriflega og gert útrætt og texta, sett efni fram á skýran og skipulegan hátt, það er við sko sannlega búin að gera, sýnt sjálfstæð vinnubrögð og unnið í hópi. Mikið búið að reyna á samvinnu, þannig að hvernig ætlum við að kynna þetta. Og það fór þannig að það eru tveir hópar, sem sagt geitahópur og kettir, sem eru með þetta veggspjald. Og þá sem þetta taka þannig kettir. Við ætlum að finna fyrir ykkur kynninguna sem við höfum verið að vinna með nokkra. Við teiknum líka stórt dýr og maskínband eins og hópið þarna. Og síðan ætlum við líka að sýna ykkur sparkvídeó og eftir það sýna ykkur vídeó og kynnt að vera sem að við hittum þennan Já, það vildi svo heppilega til að það var akkurat kynnt að gera, þannig að það var tekið upp og þannig að það kemur hérna á eftir, þannig að það var líka eitt sem þegar það að gera var að fylgjast með dýrinu raun og veru var ekki. Já, þannig að það var aldrei list gert. Þannig að, Við heitum Hjalti og Gunnar, gjöruðu svo vel. Og okkar dýr er sauðfé. Thank you.